Bestu þakkir. Ég heiti Hörður Helgi Helgason og ég kem frá lögmannsstofu sem heita Landslög og við veitum þeim ráðgjöf sem ætla að innleiða nýja persónuverndarreglugerð. Gaman að sjá svona mörg sem að mæta svona í morgunsárið til þess að hlusta og tala um þetta. Þetta er ekki kannski það sem að býst ég að fólk rjúki fram á rúminu til að hlusta á. En Iðan ætlar að fara að innleiða þetta hjá sér og þess vegna erum við komin hérna saman í dag. Við áttum prýðilegan fund í upphafsfunda sem við fórum yfir hvað reglugerðin og svona hvernig verkefni lítur út í heild sinni. Þannig að hugmyndin með þessum fundi var aðalega að setjast niður með þeim sem eru að fara að segja okkur hvað Iðan gerir og hvað við safnum af persónuupplýsingum og hvað við vinnið með af þeim og segja ykkur hvað næsti fasi í þessu, þar sem fyrsti áfangin í verkefninu snýst um. Þannig að ef við aðeins byrjum á að segja ykkur hvað þessi reglugerð er, hún er að koma frá Brussel, hún settur í 2 árum síðan, í apríl árið 2016 og þá var gefinn 2 ára aðlögunartími fyrir aðildarríkin til þess að innleiða hana í löggjöf hjá sér. Það sá tíminn nú alveg að renna út, þannig að þið sleppið inn svona korter fyrir 3 eins og einn svona sagt á ballið. Reglugerðin er að koma í staðinn fyrir tilskipun frá Evrópusambandinu sem var sett árið 1995 og við settum lög árið 2000 sem byggja á þessari tilskipun. Þau heita lögin um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og hafa dugað okkur vel, afsakið. Sérstaklega kannski ljósið þess að það er ekkert voðalega mikið reynt á hvað gerist þegar að fólk býtur gegn þeim. Það eru í dag ekki lagðar neinar sektir við því að brjóta lögin og það hefur í sjálfsögðu ekkert sérstaklega miklar afleiðingar annað heldur en að það er ákveðin álitssnekkir fyrir þá sem að lenda í því að persónuverndarnefnd úrskurði að þeir hafi brotið gegn lögunum. Þannig að stóra breytingi verður að við erum að fara inn í umhverfi sem er evrópskara, þar sem við gerum þetta líkara því sem gert í öðrum löndum og hefur verið gert þar í næstu 20 ár. Það er að segja að við brotum gegn þessum lögum eins og gegn ýmsum öðrum lögum, samkeppnislögum og öðrum lögum, liggja núna sektir og kannski það sem meira er vert að það er heimild fyrir persónuvernd til þess að loka þeirri starfsemi eða þeim hluta starfsemi þar sem að verið að sýsla með persónuupplýsingar á þann hátt að það rekst á við þessa löggjöf. Þannig að þessar stöðvunarheimildir eru líka eitthvað sem menn þurfa svona að vita af. Og þetta er nú svona aðeins breytingin úr tilskipuninni yfir í reglugerðina. Af hverju reglugerð en ekki þá áfram tilskipun? Jú, reglugerð frá Evrópusambandinu, það er svolítið öðruvísi reglugerðir heldur en við þekkjum kannski hérna heima á Íslandi. En þið hér í þessari starfsemi kannist nú örugglega ágætlega við reglugerðir. Það eru náttúrulega farnar að vaða inn á öll svið. Reglugerð frá Evrópusambandinu er í rauninni löggjöf Evrópusambandsins eins og tilskipanirnar nema að reglugerðir verður að taka upp í löggjöf viðkomandi ríkis eins og það koma fyrir. Það dugar ekki lengur að taka ákvæðin úr eins og við gerum með tilskipunina og sum ríki tóku og hentu einfallega inn í lög sem fyrir voru þá til að þeir voru örugglega komin einhvers staðar heldur þarf að setja lög sem að líta svo til nákvæmlega eins út eins og er reglugerðin sjálf og þannig á að tryggja samræmi milli Evrópuríkja, þannig að það á að vera sama þegar fólk gengur til verks í Írlandi eða Danmörku eða á Íslandi, alls staðar á fólk að geta notið svona persónuverndar. Nú, reglugerðin saman svo stendur í meginatriðum af 3 hlutum. Það er í fyrsta lagi settar niður meginreglurnar hvað eigi ávallt að gera þegar verið að vinna með persónuupplýsingar. Það eru ekki 6 talsins, taldar upp eiginlega alveg fremst í reglugerðinni. Og svo eru í þeim hluta einnig fjallað hverjar heimildirnar eru fyrir að sýsla með persónuupplýsingar. Því áður heldur má fara að gera það og það verður að liggja fyrir hversi heimildin. Og hún í grundvallaratriðum er af fernu tagi, það er í fyrsta lagi lagaheimild eða ákvæði í reglugerðum eða stjórnvaldsreglum, þá reglugerðum hér innanlands sem byggðar eru íslensku lögum. Í öðru lagi kann að vera að það sé verið að sýsla með upplýsingarnar á grundvelli einhvers upplýsts samþykkis frá hinu skráða sjálfum, að hann hefur skrifað undir eða með einhverju sannarlegum hætti samþykkt að jú, ég er tilbúin að afhenda mínar upplýsingar til þín og þú mátt sýsla með þær á þann hátt sem er rammað inn í þetta sérstaka samþykki. Í þriðja lagi er iðulega út á markaðnum að verið að selja þjónustu eða vöru sem ekki er hægt að afhenda eða
eða innanhendi nema sýsla með einhverja persónuupplýsingar og þá það heimildin að sú þjónusta að sá samningur sem hana gildir að hann kalli á þessa vinnslu. Þá lykilatriði að það sé nægilega vel búið að greina frá því að ef menn kjósa að þiggja þessa þjónustu og það felst í því að þessar upplýsingar hafa verið unnið með þær á þann hátt sem að lýst í lýsingu á þjónustunni. Og svo að lokum fjórða tegundin af svona helstu heimildunum sem kunna vera fyrir vinnslu persónuupplýsinga að það eru lögmætir hagsmunir. Lögmætir hagsmunir hins skráða, ekki hins skráða, lögmætir hagsmunir fyrirtækisins sem ætlar að fara að sýsla við upplýsingar hins skráða. Að dæmi þar má nefna til dæmis bæði aðgangskortakerfi eða öryggismyndavélakerfi. Þetta eru svona starfsemi sem þarf að fara fram til þess að gæta hagsmuna viðkomandi fyrirtækis, að koma í veg fyrir eða allavega minnka líkurnar á og geta brugðist við ef einhver brýst inn í fyrirtæki og svo framvegis. Þetta náttúrulega ekkert sem að alla fjallað í lögum eða neitt samningur við þá sem að koma fyrir á myndavélunum og svo framvegis. Þannig að þarna tekum við þessi loka heimild, lögmætir hagsmunir viðkomandi ábyrgðaraðila. Og þannig að þessi fyrsti hluti af reglugerðinni svolítið að fjalla þetta, annars vegar meginreglurnar hvernig megi sýsla með persónuupplýsingar og hins vegar heimildinni fyrir að gera það yfir höfuð. Annar hlutinn af reglugerðinni eru svo réttindin og skyldurnar. Það er að segja réttindin sem hinn skráði á. Það eru svona hlutir eins og upplýsingaréttur hans. Hann á rétt á að fá að vita það þegar verið að safna upplýsingar hann. Hver það sem að safna þeim og í hvaða tilgangi og hvað að gera við þær og hvað að vera geymdar lengi og slíkt. Hann á líka rétt á að banka upp á hjá þeim sem sýsla með persónuupplýsingar og spyrja er það sýsla með persónuupplýsingar mig? Hvað er að gera við þær upplýsingar? Og svo framvegis. Þeir eru rétt að fá aðgang af þeim upplýsingum, afrit af þeim eða skoða þær. Það eru réttindi þarna inni eins og rétturinn til þess að gleymast sem svo að kallaður. Það er að segja hinn skráði á einnig rétt á að banka upp á og krefist þess að upplýsingum hann verði eytt. Og fleiri má telja. Skyldurnar svo, ábyrgðaraðila megin, að þær eru líka fjölbreyttar. Þar eru allt frá því að leggja skyldur á viðkomandi ábyrgðaraðila að sjá til þess að upplýsingakerfin séu þannig að hægt sé að uppfylla öll þessi réttindi. Það kröfurnar innbyggða og sjálfgefna persónuvernd. Það er líka skylda þar að viðhafa hlutverkið persónuverndarfulltrúi hjá þeim ábyrgðaraðilum sem eru að starfa í ákveðinni tegund af starfsemi. Þá verður að vera til staðar einhver persónuverndarfulltrúi sem sá sem að persónuvernd talar við þegar hún mætir á staðinn og gerir úttekt eða fer af stað með eitthvað mál. Og það verður að tilkynna öll öryggisbrot innan 72 klukkutíma frá því að þau komast upp til persónuverndar og fleiri svona skyldur. Þannig að þessi annar hlutinn og megin hlutinn af reglugerðinni eru aðalega að þylja upp og lýsa hver réttindin að skráðu eru og hins vegar að tiltaka hverjar skyldunar eru hjá ábyrgðaraðilunum og vinnsluaðilunum. Aðeins kannski varðandi ábyrgðaraðila og vinnsluaðila, þessi hugtök, að þetta eru svona það sem við venjulega notum kannski hugtakið þjónustuaðili fyrir eða með verktaki eitthvað slíkt. Það einhver vinnsluaðilinn sá sem að fær hluta af verkefninu eða jafnvel megnaði verkefninu til þess að leysa af hendi frá ábyrgðaraðilanum. Það er ábyrgðaraðilinn sá sem ákveður að það skuli fara fram. Það er jafnvel honum sem er skylt að gera eitthvað. Það er opinber aðili sem hefur lagað skyldu til þess að safna einhverjum upplýsingum og sýsla með einhvern hátt og ræður til sín eitthvað tölvu fyrirtæki til þess að smíða kerfi og reka það og halda utan hennan rekstur. Þetta eru ábyrgðaraðilar og vinnsluaðilar svona á mannamáli. Og þá er sérstakur kafli í reglugerðinni að þeir þurfa að gera sín á milli samning sem kallaður er vinnslusamningur og í honum þurfa að koma fram ákveðin atriði. Það er að sjá hvað til hvors friðar heyrir, hver ber ábyrgð á hverju, hvað eigi að gera þegar uppkoma öryggisbrot og hvernig eigi að gæta upplýsinga öryggis og fleiri slík atriði. Og svo í loka hlutanum af reglugerðinni sem ég kannski ætla minnst að þreyta ykkur með, það eru heilmikið reglum þar persónuvernd sjálfa, persónuvernd með stóru P, persónuvernd sem er niður við rauðarastig. Vegna þess að breytingarnar sem ég nefndi inn upphafi það lúta svolítið mikið af því að þetta regluverk verður allt svolítið, eða við verðum svolítið dregin inn í samfélag þjóðanna. Það er þessi staðinn fyrir að geta verið bara hérna á Íslandi og túlkað okkar eigin lög persónuvernd eftir okkar eigin höfði. Svona íslenskan hátt, common sense hátt. Að þá núna verið að búa til eitthvað sem heitir Evrópska persónuverndarráðið sem situr í Brussel.
sem á að hafa það aðalega fyrir stafni að skoða hvað verið er að gera í hverju landi fyrir sig, hverju persónulega stofnun fyrir sig og að samræma það. Þannig að hún mun væntanlega koma til með að vilja þýða og skoða og lesa úrskurðina sem íslenska persónuverndin fellir og skoða hvort að það sé í takt við það sem verið að fella úrskurði annars staðar í Evrópu í samsvarandi málum og ef ekki að hasta þá á íslensku persónuverndina að kannski þarf að sekta þó að þið hafi ekki gert það eða þarf að fella úrskurði brot og því hafið talið að þetta væri ekki brot og eitthvað slíkt. Og það er alveg viðbúið að í gegnum þetta samræmingar átak frá Brussel þá eigi margar þjóðaréttur að þurfa aðeins að breyta takt, stóru þjóðirnar, Þýskaland, Bretland og kannski Frakkland og að sínu leyti Spánn og Ítalía líka, að þetta eru ríki sem hafa kannski hingað til verið svona djörf í þessum málum og sett sér alls kyns auka reglur sem að margar hverjar eru að núna koma inn í gegnum þessa reglugerð til okkar líka. En þannig að fyrir þær þá verður þetta svolítið verið að taka í taumana og verið að fá þetta að barka niður í eitthvað svona sem hægt að segja að eigi að vera línan yfir alla Evrópu á meðan að smærri þjóðirnar og þær sem eru kannski eins og við höfum ekki beinlínis svona verið að hlaupa alveg fram fyrir vagninum í þessu að fyrir okkur þýðir þetta það að við þurfum að ná lestin, við þurfum að hlaupa aðeins hraðar og fara að beita þessum lögum meira. Og það þýðir náttúrulega fyrir ábyrgðaraðilarna út í verkinni að þeir þurfa að kynna sér þetta betur og innleiða þetta og þess vegna erum við hingað komin. Og hvernig lítur þá verkefnið út? Verkefnið innleiðinga á þessari reglugerð það er að leysa hólmi á margs kyns vegu. Ég myndi vilja segja að það veri kannski 3 aðalaðferðir til þess að gera það. Fyrsta aðferðin er eðlilega svo sem maður er fyrstur spurður og það er ekki einhver annar bara búinn að gera þetta og getur ekki bara láta það á skjölin. Við svo breytum bara höfuðið á því og þá erum við búin. En það fer ekki vel alla jafna vegna þess að það er búið að semja þessi skjöl inn í starfsemi hjá einhverjum öðrum og sjaldnast finnur eitthvað sem er að gera nákvæmlega sama og hefur sömu nálgun og sama kúltúr. Þannig að iðulega þá fer þetta þannig að með því að kaupa þessi skjöl og reyna að nota þau þá ertu að taka upp eitthvað sem passar illa inn og þarf að eyða miklum tíma í að sníða þannig að passi viðkomandi starfsemi. Þannig að þetta er ekki nálgun sem að alla jafna svara kostnaði. Önnur aðferðin er að líta á þetta sem verkefni þar sem að hægt sé að nota einhvers konar gátlista eða einhvers konar einhvers konar leiði til þess að þylja upp nákvæmlega hvað er að ræða og máta það inn í starfsemina á einhvern svona staðlagan hátt. Og sú nálgun er sama marki brennd svolítið eins og að fá tilbúin einhver fyrirfram frágengin sneiðmátt. Þannig að það aftur er eitthvað sem að sjaldnast hentar vel í starfseminni. Þriðja leiðin svo kannski er svo sem að við erum að mæla fyrir að það er að nálgast þetta út frá reglugerðinni sjálfri. Það er að segja að taka þau ákvæði sem þar eru og reyna að nýta þau í starfsemina eins og hún kemur fyrir. Í 30. grein reglugerðarinnar er mælt fyrir að það eigi að búa til eitthvað sem heitir vinnsluskrá. Og vinnsluskráin er það sem þessi fyrsti áfangi í nálguninni sem við ætlum að fylgja hér gengur út á að búa til. Ástæðan fyrir að við ætlum að búa til vinnsluskrá er svo að í reglugerðinni er ekkert sérstaklega verið að velta fyrir sér persónu upplýsingum í formi gagna. Það er ekki verið að velta fyrir sér hverjir eru gagnagrunnarnir eða hverjir eru upplýsingakerfin eða skjalaskaparnir eða neitt slíkt. Upplýsingaeignir sem slíkar er ekki eitthvað sem reglugerðin er að velta fyrir sér. Hún er að velta fyrir sér hlutverkunum sem þið gegnið, verkefnum sem verið er að vinna, hver eru viðfangsefnin á viðkomandi staði eða viðkomandi sviði eða deild eða einingu. Og ástæðan er svo, eins og ég nefndi í upphafi, að við erum með meginreglur í reglugerðinni það hvenær megi sýsla með persónuupplýsingar yfir höfuð og hvernig að gera það. Og þær reglur lúta allar af því hvaða aðferðir verið að beita, hvenær eru menn innan tilgangsins, hvenær hafa þeir næga heimild fyrir því sem þeir eru að gera. Og þetta eru spurningar sem verður ekkert svarað
bara með því að horfa á tækin eða tólin eða gagnagrunnuna eða upplýsingakerfin. Þannig að það að nálgast verkefnið út frá því hvað verið að nota til starfseminnar, að þá verður verkefnið þyngra og erfiðara og lengra. En í staðinn þá viljum við einbeita okkur að því að fara að beita því hvaða hlutverk er verið að gegna, hvaða verkefni er verið að vinna og hvernig flækjast persónuupplýsingar inn í þá vinnslu. Þetta er vinnslan, hún er kannski launaútgreiðsla eða hún er starfsmannaviðtal eða hún er utanumhaldsdana námskeið, hver eru þátttakendur þar, hversu vel var mætt, hvernig stóðu þau sig, eitthvað slíkt. Þetta er allt saman vinnslur á persónuupplýsingum og til þess notum við tól og tæki, einhverja kassa og lyklaborð og eitthvað og svo einhverja gagnagrunna og upplýsingakerfi, en þau eru algjörlega öðru sæti í þessu. Þannig að þessi fundur hér er haldinn til þess að undirbúa ykkur undir möppunarfundina sem við höldum núna í áfanga 1. Við höldum halda nokkra fundi með ykkur, þar sem við förum og setjumst með ykkur yfir það hvert ykkar hlutverk er hér og hvernig það skiptist í einhver afmörkuð viðfangsefni eða vinnslur og hvar persónuupplýsingar koma við sögu þar. Og hvað er það þá sem við ætlum að eiga samtal á þessum möppunarfundum? Jú, það er aðalega að svara 5 spurningum, spurningarna 5. Í þessari aðferðafræði sem við höfum þróað, þá reynum við að finna einhvern balans á milli þess að uppfylla þessa 30. grein sem ég nefndi í upphafi að mælir fyrir að það skuli búa til þessa vinnsluskrá og svona common sense, skulum við segja, vegna þess að lýsingin í 30. greininni, ef þið flettið upp í reglugerðinni og lesið 30. greininni, að hún er tyrfin og það er ekki augljóst að út af því komið nokkuð sem að neinum gagnast. Það er þurr upptalning á atriðum sem að, eins og ég segi, er ekki þægilegt aflestrar og þegar við siglum svo inn í seinni áfangana í verkefninu, þá höfum við ekkert sérstaklega mikið að gera við eitthvað plagg sem er einungis þurr upptalning á einhverjum hlutum. Við viljum fá söguna á bak við viðkomandi vinnslu, við viljum fá hvernig þið hugsið viðfangsefnið, hvernig yfirmaður á starfsmannaviðtalið, því hann sest niður með viðkomandi starfsmanni og gerir það einu svona ári og eftir það verður til einhver samantekt af því og viðkomandi yfirmaður tekur það og gatar og setur inn í möppu inn í einhvern skáp og svo á næsta ári þá er hugsunin sú að þarna sé þetta þá svona minnismiðjar til þess að sjá hvað hefur nú gerst á þessu ári, hvert er starfsmaðurinn að stefna og hver er svona vangavelturnar hvað hann langar til þess að gera í framtíðinni og eitthvað svona. Þetta er búin að lýsa því hvað þessi vinnsla sem tengist starfsmannaviðtalinu gengur út á. Það er komið á hreint hvaða upplýsingar það eru sem eru skráðar niður, hvað er gert við þær og svo kannski á endanum hvenær þeim eru eitt eða það verið gerðar ópersónulegar. Þannig að þess vegna ætlum við að reyna að fá svör við þessum 5 spurningum. Og hverjar eru þær nákvæmlega? Jú, þær eru í fyrsta lagi hvaða flokkar af persónuupplýsingum eða tegundir af persónuupplýsingum og flokkar af skráðum einstaklingum erum að ræða. Erum við að skrá heilsufarsupplýsingar kannski, eitthvað heilsutengt, að viðkomandi starfsmaður þarf að fara í veikindaleyfi, þá er kannski eitthvað læknisvottorð lagt fram og einhver skráning á því og hvað má búast við aðeins lengi frá og þarf eitthvað bregðast við því af hálfu fyrirtækisins. Það kunni vera heilbrigðisupplýsingar og þá starfsmann þetta skipti. Það geta líka verið bara, eins og ég nefndi áðan, frammistöðu upplýsingar viðskiptavini eða það geta verið upplýsingar notkun á tölvupóstkerfi hjá einhverjum sem er verktaki eða eitthvað. Þannig að á endan viljum við bara heyra á mannamáli sirka hvaða tegundar upplýsingum ræða og sirka hvernig þið lítið á viðkomandi einstakling. Er hann í menginu starfsmenn eða viðskiptavinur eða verktaki eða hvaða einstaklingur er þetta? Við höfum ekki áhuga á, eins og reglugerðin vill kannski að við gerum, að lista upp alla þau gagnaeindir sem eru persónuauðkenni eða hægt að nota til þess að auðkenni viðkomandi. Við viljum ekki endilega að það standi þarna, við skrifum nafn, kennitölu, símanúmer, heimilisfang, netfang og svo framvegis. Þetta gagnast ekki sérstaklega vel. Þannig að þetta er fyrsta spurningin. Hverjar eru flokkar persónuupplýsingar sem við erum að ræða og tegundir hinna skráðu? Í öðru lagi viljum við heyra hvaðan komu þessi persónuupplýsingar inn í vinnsluna til ykkar. Já, og ég aflaði þessi upplýsingar beint frá henni skráða. Hann kom strax þegar við settum niður og skrifum undir ráðningarsamning og hann gaf mér upp þessar upplýsingar. Þannig kom það inn. Eða ég fletta hann upp í kreditinfo, eða þá að hann veitti mig leyfi til þess að sækja sakavottorðans, eða hvað hann verður. Ég fekk upplýsingar þáttakendur á námskeiðinu frá þessum fyrirtækjum. Þannig að hvaðan komu upplýsingarnar? Þetta hjálpar okkur við að máta þetta á móti heimildinni. Ef heimildin
óljós eða þá að það liggur ekki fyrir að við haft rétt á því að fara og fletta viðkomandi upp í kreditinfo og þá myndum við þurfa að breyta hjá okkur vinnslunni þannig að það sé aflað samþykkis fyrir þessar uppfletningu. Við mátum þetta líka á móti tilganginum. Ef að tilgangur var eingöngu að skrá einhvern á námskeið og þá er ekki sett einhvern tilgang fyrir að fletta upp í kreditinfo og þá er það eitthvað sem við viljum bara hætta. Eða þá við viljum heyra af hverju við erum að gera þetta því alla jafna gengur þessi æfing út á það að ná því hvað þið eru að gera og af hverju vegna þess að þið eruð allra sjaldnast að sýsla með persónuupplýsingar að gagni ykkar. Þið eru að því í einhverju tilteknu tilgangi og þá er galdurinn bara að eiga þetta samtal þar sem við dýrkum fram og ofan í þessi skjöl eitthvað til þess að sýna persónulegt fram á af hverju þurfti að vera að ná í þessa persónuupplýsingar og sýsla með þær. Hinnar aðferðina sem ég nefndi áðan, bæði þetta nálgast þetta út frá upplýsingaeignunum eða tékklistunum eða ná sér í fyrirfram smíðuð skjöl annar staðar frá og öðrum verkefnum, það allt saman missir af þessu. Það missir samtalið þar sem að rökin koma fram fyrir því af hverju þið endilega starfið með þessum hætti og sýslið með persónuupplýsingar á þennan veg. Þannig að önnur spurningin eins og ég segi, hvaðan fáið þið upplýsingarnar? Þriðja spurningin er svo, hvað gerið þið við upplýsingarnar? Hvað er unnið með þær? Er þetta samkeypt við einhverjar aðrar upplýsingar og útkemur einhverja afurð? Eða er þetta skráðið ofan í einhver gagnagrunn? Eða er þetta að nota til þess að afhenda einhverjum öðrum sem því fyrirtæki sem að sendi viðkomandi starfsmenn eða hver er tilgangurinn með þessu yfir höfuð? Og eins og ég segi, tilgangurinn er þá alla jafna sem við fáum út úr þessu, sem svaru út úr þessum lið. Í fjórða lagi viljum við svo heyra afurðin sem varð út úr þessu, hvert fer hún? Ef ég er að afgreiða laun, jú, það sem fer út úr þessu að það er þá sent til banka sem tala til útgreiðslu á einhverjum peningum inn á reikning. Eða ég sendi niðurstöðuna til einhvers félags eða til viðkomandi fyrirtækis eða til starfsmanns eða til viðskiptavinarins sjálfs hér í einhverjum þínu námskeiðinu. Þannig að afurðin, hvert er hún? Og fimmta og sjötta spurningin er, hvað verður upplýsingarnar sem komi inn í vinnsluna? Inn í vinnsluna komi einhverjar persónuupplýsingar sem var svo verið að möndla með, hvað varð þar? Mætingalistanir í námskeiði, hvað verður þau? Hlaðast þeir bara upp á einhverju sameiginlegu dreifi eða á einhverjum skáp og er svo hent út þegar það er ekki nægilega mikið pláss þar eða hvað verður það sem við erum að sýsla með á borðinu? Við erum bara til eitthvað sédrif með fullt af einhverjum Excel-skjölum aftur 5 ár eða jafnlengi eins og starfsemi er búin að vera í gangi, fullt af fólki að kinka kolli. Þetta er alltaf, viðfangsefnið er að stærstur hluta kannski hjá einkafyrirtækjum eða félögum eins og þið að skoða það hvernig þið getið tryggt að þegar búið er að nýta upplýsingarnar að þá séu þeim annarkvort eitt eða þær gera ópersónugreinanlegar. Þá þarf að finna hvert markið er, það má ekki eyða of snemma. Ef við erum að ræða bókhaldsupplýsingar þá er skylt á okkur að halda þeim að minnsta kosti 7 ár, fylgiskjölu sem fara í bókhald. Það er aðrar kröfur sem geta skylt einhvers að gefa upplýsingar jafnvel miklu lengur. Opinberir aðilar mega fæstir eyða upplýsingum yfir höfuð á þeim hvílir skilaskylda til þjóðskjalasafns eða til héraðsskjalasafna samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn og þá mega þeir eiginlega aldrei eyða upplýsingum og þá eigum við þennan athyglisverða dans þar sem að stofnunin vill jafnvel eyða upplýsingum en fær ekki gera það. Þannig að hún vill kannski eyða óumbeðnum starfsumsóknum, eitthvað fólk sem kom aldrei inn í stofnunina og var strax hent út þegar búið var að sigta fyrstu sigtu. Þetta eru upplýsingar sem þjóðskjalasafn hefur lýst yfir að þeir vilji fá, þannig að það á sér svona slagur milli opinberra stofnana og skjalasafna oft það að hversu langt skilaskyldan nær. En hjá ykkur og væntanlega flestum sem eru skjólstæðingar eða viðskiptavinir ykkar að þá er vandamálið hinum megin. Að tryggja það að þið liggi ekki á upplýsingum. Ég hef oft sagt að þetta er eins og að sigla með sprengjur í lestinni. Að persónuupplýsingar sem er ekki lengur nein þörf eða neinn tilgangur eða nein réttlæting fyrir að sitja á. Að það þarf að lagfæra upplýsingakerfin og ferlana og starfsemina þannig að þeim verði eitt eða þær gerar ópersónugreinanlegar. Og þegar ég segi eitt eða gerar ópersónugreinanlegar þá er það af ástæðu. Hún er svo að það er oft mikil verðmæti í þessum upplýsingum en það er kannski ekki endilega þörf á því að vita nákvæmlega hvaða einstaklingar eru á bak við þær. Þannig að þá er það að hreinsa burt kennitölunar og nöfnin en sitja eftir með ég er með svona marga kallmenn á þessum aldri sem koma á þetta námskeið. Svo breyttum við því og árinu eftir þá komum miklu fleiri konur á þessum aldri. Þetta eru verðmæti fyrir ykkur í ykkar starfsemi og engin ástæða til að eyða þeim upplýsingum. En aftryggingin frá einstaklingunum, þannig að það er ekki lengur að rekja hverju þeir eru, að það er skyldan. Þess vegna er það að gera upplýsingarnar ópersónugreinanlegar besta nálgunin og fyrsta nálgunin. Af því að
þá eyðum við ekki út verðmætum fyrir viðkomandi félag. Þetta eru spurningarnar 5. Þetta er vinnsluskráin í kjarnin í henni. Til viðbótar viljum við ná tvennu. Við viljum ná að skrá niður fyrir hverja vinnslu hver er tilgangurinn eins og þið sjáið hann, sá sem er að sýsla með upplýsingarnar, hvaða tilgang telur hann að hann sé að vinna í og hvaða heimild telur hann að sé fyrir þessu. Jú, ég veit að það á að vera til hérna samningur, í honum segir að við eigum að ná þessar upplýsingar og sýsla með þær svona hins eginn. Ég veit að við erum að sýsla undir einhverjum lögum orlof eða lífeyrissjóðslögum eða eitthvað. Þannig að þetta tvennt er svona það síðasta sem við skráum. Þegar búið er svo að safna öllum upplýsingum og búa til vinnsluskrána, þá getum við hjálpað ykkur eða þá ennþá betur ef að þið sjálf getið rýnt hann og skoða hvort að hann sé örugglega nægilega bæði upplýsandi og innihaldi nægar upplýsingar, þannig að hægt sé að fara að taka ákvarðanir í áfanga 2. Og þegar við komum vinnsluskrána þangað, að hún stendur fyrir sjálfu sér sem heildstæð lýsing á öllu því sem þið gerið, að þá ertu komin annars með tól til þess að taka ákvarðanir hvað þurfa að breyta í starfsemi til þess að uppfylla þessa reglugerð, sem er kannski aðalverkefni hjá okkur. En þeir eru líka komið tól til framtíðar að þegar og ef einhver kvartar eða persónuvernd einfaldlega ákveður að fara að skoða núna þá sem eru þessari starfsemi og banka upp á, að þá eigið þið svar þegar persónuvernd segir góðan daginn, við til persónuvernd, hvar er vinnsluskráin ykkar? Þá er hún hér tilbúin. Þá þarf ekki að rjúka upp til handa og fóta og reyna að hlaupa til og búa þetta til á skömmu tíma. Og tíminn aftur sem er ætlaður í þetta, það er best að hafa hann rúman. Þannig að mánuður, jafnvel 2 mánuðir er algengur tími frá því að verkefnið byrjar sem við gerum nú hérna á dögunum og þá til að vinnsluskráin er tilbúin. Allavega einhverjar vikur og á þeim tíma þá á að vera hægt fyrir viðkomandi félag að segja við sjálft sig, jú, ég er orðinn róleg með það að það er allt sem við erum að gera sem kemur hérna fram, en minnst þess langt flest og hæfileg lýsing á því hvað gert er viðkomandi upplýsingar. Svo rétt, af því að þetta er nú eins og þessi kynningafundur á áfanga 1 og þessu möppunarfundur sem við ætlum að fara að eiga, að áfangi 2 og 3 til þess að gefa ykkur svona smá innsýn inn í það hvað býður svo, að eins og áfangi 1 er skemmtilegur að fjalla ykkar starfsemi og að þið svona velta fyrir ykkur með hvað hættið þið gerir hlutunum, þá er áfangi 2 miklu skemmtilegri. Af því að í honum er verið að taka endalaust af ákvörðunum. Þar er verið að taka ákvörðunir hvers konar félag eru þið. Hvernig viljið þið vera að koma fram við ykkar starfsfólk annars vegar og hins vegar ykkar viðskiptavinni? Eru þið félagi sem hafi allt í mjög föstum skorðum og njörfa niður eða eru þið svolítið fljótandi með það hvernig hlutinir eru gerðir? Eru þið að tala mjög mikið við til dæmis ykkar viðskiptavinni og segja þeim mjög fyrirfram mikið frá því hvað þið gerir við upplýsingar eða haldið ykkur til hlés þannig að þetta er svona svolítið hver eru þið bara sem eining? Að þessi svona stefnumótunarvinna er alla jafna það sem að maður sér oft eins og ég nefndi inn í upphafi fólk sem lappar rólega inn klukkan 8 á morgnana í einhverja svona fundi og lappar svo út með mikið bros á vör klukktíma síðar eða 2 af því að það er búið að taka þátt í að hefja sig aðeins upp úr daglegu störfunum og viðfangsefnum sem liggja fyrir akkurat það skiptið í að taka svolítið ákvörðun framtíðina. Því þetta verkefni og þessi reglugerð öll að hún er að breyta grundvallaratriðum þegar kemur að starfsemi flestra fyrirtækja og allra opinberra stofnana vegna þess að það er alls staðar verið að sýsla með persónuupplýsingar. Persónuupplýsingar er ekki lengur eitthvað sem eingöngu er unnið með í upplýsingatækni fyrirtækjum eða því að opinberri stofnunum sem sérstaklega eiga við persónuupplýsingar eins og þjóðskrá eða eitthvað slíkt. Það eru öll fyrirtæki, upplýsingatækni fyrirtæki. Við erum búin að fara til útgerðar fyrirtækja, við erum búin að fara til innflytjenda á túrbínum í virkjanir. Það er alveg saman hvað ber niður. Það er allstaðar verið að sýsla með persónuupplýsingar og upplýsingar og meðferð á þeim er orðin kjarninn í virðisauka viðkomandi fyrirtækis. Útgerðarfyrirtækin, það sem þau eru aðalega velta fyrir sér hvernig geta þau sýsla með upplýsingar afköst starfsmanna, hvað þarf að gera þess að hvetja það áfram og sjá til þess að þau séu öruggir, hvað með auðlindina, hvar liggur hún, hvernig get ég náð einhverju edge í því að vinna upplýsingar hana þannig að ég nái samskiptisforskoti á aðra. Hvað með samskiptin við markaði, hvernig get ég flutt vöruna nægilega hratt þangað á réttum tíma til að selja hana á góðu verði, hvað með bara olíuna, að tryggja það ég sé að láta skipið mín ganga réttum hraða og svo framvegis. Þannig að bottom line-ið kannski er
að verkefni sem við erum í, það kann að virðast vera afmarkað og lúta einhverju sem að við afgreiðum kannski svolítið við hliðina á annarri starfsemi, en raunin er sú að þið eruð á þessum uppgrunarfundum sem við erum að fara að hittast á og svo í áfangur 2 sem tökum ákvarðanir hvað þurfa að gera til að breyta hlutunum, að taka grundvallar ákvarðanir framtíðarstefnu þessa fyrirtækis. Í áfangur 3, svo er rétt gauki því að ykkur, að þá viljum við að það liggi fyrir tvennt. Út úr áfangur 1 kom vinnsluskráin, út úr áfangur 2 kom listi yfir hluti sem við teljum að þurfa að lagfæra til þess að starfsemin uppfyllir kröfur reglugerðarinnar. Og í áfangur 3 að þá eru þið með einhvern vinnuhóp eða verkefnisstjóra eða einhvern sem tekur þennan lista, fær samþykki stjórnenda fyrir hversu langt niður á að fara hann, hversu hratt á að fara í þessi verkefni, hvað þeim á að vinna og gengur í það. Þá erum við í áfangur 2 búin að ná út hver ætlar að gera hvaða verkefni til þess að uppfylla hvaða skyldu. Áfangur 3 förum við bara niður listan, bængum í axluna viðkomandi og sagði, heyrðu, þú komst til okkur fyrir 2 mánuði síðan, sagði mér að þú getur kannski breytt þessum verkefnum og þeir til þess 2-3 daga. Nú er upprunnin apríl, við erum til í að setjast niður og skaffa okkur það. Þannig að þetta er verkefnið, þetta er reglugerðin, þetta er fyrsti áfangi sem við erum að fara að sigla inn í, möppunin á vinnslunum. Þannig að ég hlakka bara til að hitta ykkur á möppurinn fundunum. Einhverjar spurningar kannski?